Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að venja að fara víðan völl, við ætlum að tala meðal annars Akureyrarvöku sem framundan næstu helgi og ég veit að það mikið húlumhæð framundan og frítt inn á alla viðburði sem eru töluvert fjölbreyttir. Við heyrum frekar að því hérna á eftir. Við ætlum líka að tala svolítið skólamál, því að skólinn að byrja og tölum við aðeins það og meðal annars innkaup á námsgögnum sem hefur nú verið svolítið í umræðunni. Við ætlum aðeins að hitta fólk úr sirkus sem á leiðinu bæinn. Við ætlum að fræðast það hvers vegna Akureyrarbær að bjóðast til þess að taka á móti flóttafólki og við ætlum líka að kíkja niður í menningarhúsið Hof því að þar eru kraftmiklar konur í Ladies Circle að fylla bæinn og ég held að það hafi verið fyrsta spurningi sem ég fékk í morgun. Hvað allar þessar konur með hatta að gera hérna á Akureyri? Við ætlum hins vegar að byrja á því að tala mál málanna, byrjendalæsi. Það var í rauninni upphafið, má rekja til þess að í allavega það sem ég frétti að Illugi Jökulsson menntamálaráðherra var forsíðu Fréttablaðsins, þar sem hann vildi meina að byrjendalæsi, námsaðferð, væri að valda því að það væri slakari námsárangur í lestri barna og þar sem hann gagnrýndi innleiðingarferli á byrjendalæsi og að það sé ekki rannsakað. Ég fengi hérna til mín fulltrúa úr Þjóðleikskóla þar sem að námsaðferðin hefur verið nýtt, ef ég má kalla það námsaðferð, og síðan frá skólaþróunarsviði. Er það ekki? Háskólans Akureyri? Já, minnstu skólaþróunar Háskólans Akureyri. Ef við bara byrjum á byrjuninni, þetta dálítið svona viðamikið mál þegar maður að reyna að kíkja á það, en fyrsta lagi þá verið að tala byrjendalæsi og hver munurinn á byrjendalæsi og gamlu lestrakennslunni sem að ég allavega las eftir? Byrjendalæsi leggur áherslu á nám nemandi í heild. Það svona samþætt og samvirk aðferð og vinnur að því að efla læsi sem skilgreinir þá að eigi að ná til ritaðs máls og talaðs máls og hlustunar og lestrar. Og lestur það bara einn þáttur. Það tæknilegi þátturinn. En aðferðin vinnur að því að efla alla þessa þætti og virkja nemendur í þeirri vinnu með fjölbreyttum aðferðum, nota mikið samvinnunám, það mikil samræða og það unnið með texta sem hefur svona merkingabæran texta, unnið út frá hugtökum og rýnt í þau og unnið með þau en það eru líka kennd hljóð. Börn læra hljóðstafana og læra að nýta þau og tengja hljóðin saman. Eitt af því fyrsta sem ég heyrði að það þyrfti nú bara að taka upp gömlu aðferðina, hún væri skilvirk og væri svona svolítið eins og píanónám, það þyrfti bara að æfa grunnnóturnar aftur og aftur og aftur og aftur, hvort að fólk hefði nú bara hætt að gera það og væri komin í einhverja útópíu með einhverja hugmyndafræði. Er þetta miskilningur? Ef við líkjum þessu þá við píanónámi eins og við segir, þá má kannski líta á lesturinn þann þátt í skilgreiningunni læsi sem væri þá, sem krefst mikillar þjálfunar og æfingar og til að ná hraðan. En nei, við sleppum því ekki byrjendalæsi. Það einn þáttur sem tekið mjög alvarlega og börn lesa reglulega hverjum degi heima og í skólanum og það mikil áhersla lögð á það líka. Það má ekki gleyma því að það hluti af byrjendalæsi er aðferð sem nýtt í fyrsta og öðrum bekk. Já, við leiðum hún innleidd í fyrsta og öðrum bekk. Það tekur 2 ár, þetta innleiðingarferli, þetta svona skólaþróunarferli og nokkuð svona flókið fyrir kennara að tileinka sér þetta vinnulag. Þannig að þú útskýrir þetta ekki allt í þessum þætti? Nei, ég gerði það ekki. Já. Nei, þannig að það eru þessi 2 ár í fyrsta og öðrum bekk. Og svo bara tekur skólinn við og vinnur áfram en aðferðin í sífelldri þróun, við metum hana reglulega og bregðumst við. En þegar þú segir að skólinn taki við, er þá skólinn ekki einn og sér að vinna í þessu verkefni í fyrsta ári? Nei, það eru bara þeir kennarar og skólastjórnendur þá sem koma að því sem kenna fyrsta bekk og svo öðrum bekk. Með þá stuðningi frá? Með mjög markvissum stuðningi frá sérfræðingum Miðstöð skólaþróunar, með kennslu og námskeiðum og líka stuðningi inn í kennslunni, inn í kennsluaðstæðum á vettvangi. Og það mikil eftirfylgni og svona stöðugt svona aðhald og stuðningur allan tíma. En hvað með árangur? Er hann þá metinn og hvað gert ef að til dæmis barn ekki að ná framförum í lestri? Árangurinn metinn á skipunarprófum 3 sinnum hvert einasta ár
sem skóli tekur þátt í byrjendalæsi, alltaf í nóvember, febrúar og apríl og ef að nemendur ná ekki 60% árangri eða ná enn slakra árangri en það, þá brugðist við sérstaklega með aðgerðaráætlun í samstarfi við skólan og kennarinn. Nú hljómar þetta bara algjörlega fullkomið, að þetta sé bara vel ígrundað, þetta sé búið að vinna markvisst á bakvið verkefnið, svo kemur menntamálaráðherra núna og segir þetta er að eyðileggja, þetta er að draga, ekki að eyðileggja, kannski ekki að vera dramatísk, en þetta er að draga úr lestrarhæfni barna þessi aðferð. Já, og hann segir það og hefur það til hliðsjónar minnisblað frá Menntamálastofnun sem barst okkur núna í vikunni, þar sem að Menntamálastofnun greinir árangur nemenda eða árangur skóla sem hafa tekið þátt í byrjendalæsi í 5 ár eða lengur. En að okkar mati þá eru mjög margir óvissuþættir í þessari greiningu og meðal annars þá gert ráð fyrir því það er sett hann upp í línuriti í þessu minnisblaði að skóli metinn fyrsta árið sem hann í byrjendalæsi, innleiðingarferli, en þá náttúrulega bara verið að vinna með fyrsta bekk, það ekki verið að vinna með þann 4. bekk sem fer í prófið. Annað árið sem að línuriti sýnir eða önnur mælingi, þá eru krakkarnir í innleiðingunni komin í 2. bekk og það ennþá innleiðingarferli í gangi. Þannig að það ekki fyrir 4. árið sem skólinn byrjaði sem að hugsanlega væri þetta að sjá einhverja tengingu við byrjendalæsi. Þannig að þetta sem sagt þannig að það verið að kanna þegar skólinn byrjar í byrjendalæsi verið að meta árangur þess sem verið að gera í 1. bekk með samræmdum prófum í 4. bekk. Já, það má segja það. Sem ekki nemendur sem hafa farið í byrjendalæsi. Nei. Hvernig slæri þetta ykkur að þessi Þetta er mjög villandi framsetning og það skólarnir, þeir fara niður þannig samkvæmt þessum mælingum, töluvert niður og ályktun sem dregin svo að það sé byrjendalæsin að kenna. Að þeir fara þarna niður en þá ekki farið að mæla börn sem hafa farið eftir þessu og lært eftir þessu. Þetta þýðir hreinlega að það séu bara röng gögn sem að ráðherra og þessi stofnun að bera á. Já, þau allavega villandi sett fram og túlkuð á misvísandi á okkar mati og við styðjumst við okkar skimunarpróf í allri okkar vinnu og við auðvitað bara mat með kennurum og skólum jafnóðum, það er stöðugt verið að meta og það sýnir árangur. Síðan gagnrýnt að þessi námsaðferð hafi verið innleidd án þess að hafi verið rannsökuð nægilega vel, að þessu hafi verið dengt á án þess að hafi í rauninni nokkuð verið hugsað með faglegum hætti það hvaða áhrif að myndi. Það ekki heldur rétt af því að aðferðin ekki bara úr lausu lofti gripin. Hún byggir á rannsóknum á aðferðum sem hafa sýnt að skila árangur í sambandi við læsi. Er þetta þá algjörlega ósanngjörn gagnrýni með öllu? Já, það þarf að rýna í hana mjög vel. Til þess að þú segir ekki já eða nei, þú ert orðinn pólitíkus, séð það á þér. En þið í Þelamerkurskóla hafi verið að nýta byrjendalæsi. Segðu mér aðeins bara frá upplifun þinni sem manneskju sem vinnur inn í skóla sem hefur tekið upp þessa kennsluaðferð. Hvernig hefur fyrsta lagi tekist til og hvernig slæg þessi umræða þeir núna? Við getum, byrjendalæsið svona gott dæmi svona starfsþróunarverkefni þar sem kennarar fá, það svo Birna nefndi, þar sem kennarar fá þjálfun á vettvangi í fyrsta lagi. Og þetta og í þessari umfjöllun eins og hún kom fram í gær, að þá látið að því liggja að skólarnir hafi tekið upp byrjendalæsið óígrundað og án þess að hafa velti fyrir sig hvort það gæti gert gagn, sem að okkur þykir bara óvægið, því að þar látið að því liggja að það hafi ekki legið að baki því fagleg rök. Fyrir því að við teljum að þessi aðferð geti gagnast nemendum okkar til framfara í námi. Finnst þér menntamálaráðherra með þessu vera að vega að fagmennsku bara skólana? Já. Þetta hljómið eins og það hefur bara kannski ein manneskja fengið einhverja hugdettu. Já. Óígrund að náða að koma því inn í 80 skóla og dregið úr lestrargetu. Já, á einfalda máta hægt að segja þetta svona. En það var það fyrsta sem að sló okkur þegar við lásum þetta í gær. Að þarna væri eiginlega sett
það var eiginlega verið að tala niður til okkar eins og við hefðum bara einhvern veginn fundið upp á þessu eða þetta hefði rekið á fjörur okkar. Þannig það sko alls ekki og ég held að og þetta rýrir þessa trú á því að við getum unnið störf okkar sko af þekkingu og fagmennsku. En þýðir þetta þá að það þurfi ekkert að gera í því að bæta læsi? Jú, vissulega. Sko við erum alveg sammála því að það þurfi að bæta læsi og við erum alveg sammála því að það þarf að auka þekkingu okkar skólafólks og styðja við það og efla að við getum aukið læsi nemenda eða aukið færni þeirra. Og það þarf líka þá, og ég er líka sammála Illuga í því að það þarf að efla okkar skólafólksins þekkingu á því hvernig við lesum úr gögnum á því sem við höfum í höndunum til þess að finna okkur leiðir og ráðgjöf til þess að verða betri í því að uppfylla aðalnámskrá og við mögum ekki gleyma því að þó að það komi sko þjóðarsáttmáli eflingu læsis og hvítbók eflingu læsis meðal annars að þá höfum við ennþá aðalnámskrá og við höfum ennþá samræmd próf. Og aðalnámskráin hún alltaf sko í henni liggja okkar skyldur skólafólks og það eru réttindi nemenda og það það sem við erum að vinna að frá degi til dags. Þá hugsanlegt mælitækið samræmd próf, bara að það sé kannski... Það spurning hvort að það rétt mælitæki. Það mælir þetta bara takmarkaðan hluta. Þetta staðalað próf. En við vinnum eins og ég nefndi sko eftir svona heiltækri aðferð sem að tekur mið af markmiðum aðalnámskrár og menntastefnu þjóðarinnar. En það ekki samræmi milli aðalnámskrár og þessum samræmdu prófum Samræmdu prófum meta bara hluti af því sem stendur. Eitt í verð að koma að svo við gleymum því ekki það varðandi að meta námsaðferðina. Þið hafa verið að gera rannsókn núna, það ekki, á því að meta byrjendalæsi? Það rannsóknarhópur starfandi á vegum bæði Háskólans á Akureyri og HÍ sem að rannsaka byrjendalæsi, já. Og það eru komnar niðurstöður frá þeim sem að úr spurningalistakönnunum og viðtölum og vettvangsathugunum sem sýna mikla ánægju meðal kennara, meðal foreldra og meðal nemenda og kennarar fullyrða það að nemendur þeirra séu mun virkari í skólastarfinu þegar vinna eftir þessari aðferð heldur en áður og markmiðin séu skýrari og þannig að það eru auðvitað vísbendingar sem skipta okkur líka miklu máli. Ég held að þess finnist að jafnvel öllum bara fagnaðar efni að það sé bara yfirleitt rætt menntun því að í rauninni fær menntun ótrúlega litla athygli og í rauninni litla gagnrýni á opinberum vettvangi þó ég viti að það töluvert rætt auðvitað innan skólana. En þessi tímapunktur, það skólasetting, það allir með stjörnur í augunum yfir því að byrja í skólanum, kaupa nýja skólatösku, ydda blýanta og finna strókleðrinn og möppurnar og merkja og kennarar í sama ham, þekki ég, og þá kemur þessi umræða á þessum tímapunkti og maður veltir því pínlítið fyrir sér hvað, að því ég hef séð líka bara marga kennara ræðum þetta og sem virðast vera hreinlega sárir og maður ímyndar sér að þetta geti bara umræðan sem slík á þessum tímapunkti geti haft óþægilegar afleiðingar inn í skólakerfi og að kennarar jafnvel mæti svolítið þungbúnir til leiks á meðan ég var með í síðasta föstudagsþætti 2 kennara sem voru að koma af þingi og sögðu þau voru svo kraftmikil og það væri verið að leggja átak á þetta frábæra verkefni að það þjóðarátak í læsi og þetta væri svo spennandi og gaman. Svo allt í einu heyrum maður viku seinna og það ennþá ágúst, sko. Þetta ekki byrjað einu sinni. Hvaða orð hefur svona lokum að því að tíminn hlaupið frá okkur til kennara og foreldra sem að fara í skólan og jafnvel óttast að byrjendalæsi sé bara, ef að barnið eru að byrja í skóla með byrjendalæsi, að það bara muni gagnast barninu þeirra illa? Treysta því að við séum að vinna að fagmennsku og bestu getu með ráðgjöf og stuðningi frá fólki sem að kann til verka og að fylgjast með og hlusta og vera með í ferlinu. Af því að það að setja fram svona minnisblað eins og umræðan eins og hún var í gær,
það gengur út frá því að það sé bara einn þáttur, bara kennsluaðferðin sem hafi áhrif á árangur. En það miklu meira sem hefur áhrif. Og ef maður horfir bara á þjóðarsáttmálann eflingu læsis, þá gerir hann ráð fyrir fleiri þáttum. Þannig að framsetning eins og þessi í gær, hún ekki heldur í takti við það. Hvorki við það sem við erum að gera, í takti við aðalnámskrána, né sjálfan þjóðarsáttmálann. Þannig að bara treysta því að og fylgjast með og vera með í því að efla læsi. En það hlýtur eitthvað að sitja úti og segja hvort þau treysta þeim eða menntamálaráðherra þegar að segja sér eitthvað hlutin. Við erum sammála svo margt, það þar sem við þurfum að byrja. En við þurfum að tala saman og við þurfum að vinna saman. Og það má ræða þetta og það má gagnrýna og það má pæla og það má rannsaka og kannski á. Og já, endilega. Kæra þakki fyrir komuna, ég vildi ekki að þú spjallaði þetta lengri, ég geti örugglega tekið allan þáttinn í þetta, en við höldum örugglega áfram að tala eitthvað menntamálin hér. En við ætlum að halda áfram eftir augnablik í föstudagsþættinum og tala þá Akureyrarvöku.